við erum búin að ræða aðeins okkar andlegu vanlegan Já. í síðasta þætti og svona andlegt mótlæti. Í þessum þætti til að halda áfram þetta samtal, þá ætlum við að tala nokkrar svona leksjur að atriði í Biblíunni, 3 atriði sem að hjálpa okkur að kljást við andlega vanlegan með hjálp frá Guði og mönnum og svona okkar eigin inngripi. En Já. og áður en við í næsta þætti ætlum að kíkja aðeins á svona óbiblíulega atriði innan gæðslappa, svona pínu kannski sálfræði eða vísindi sem að rýma mjög við atriðin sem við ætlum að tala í dag. Að við erum með, eins og segi, 3 hugsanir, 3 atriði út frá 3 textum í Biblíunni sem við sjáum. Og bara við dembum okkur í það, fyrsta atriðið í Filippíbréfinu kafla 4, versi 6-7. Það mjög fallegur og mikilvægur texti. Já, og sem talar beint inn í þetta. Já, nákvæmlega. Það segir, verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir ykkar, kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð, og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörstuðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Ekki vera hugsjúk, varpiði óskum ykkars vangaveltum áhyggjum á Guð í gegnum bæn og þakklæti, og því fylgir þetta lofvorð, og við veitum að lofvorð Guðs þau standa. Já. Að friður Guðs sem æðri skilningi, hann það umfangsmikill, hann það yfirnáttúrulegur að takmörk okkar, skynjunar, okkar hugsunar eða tilfinninga mun aldrei ná utan hann. Hann æðri öllum skilningi að því leytinu til. 100%. Sá friður, takmarkalaus, mun varðveita hjörtu og hugsanir okkar í Kristi Jesú. Svolítið hálflegu texti, Já. smá páll. En bara til þess að bæði draga þetta saman og leggja svona svolítið áherslu á bara hvað þýðir þetta. Þetta bara Guð vill heyra allt. Já. Að bara, áhyggjurnar, bara good or bad, skilur sunnundagur, mánudagur, jólin, niður september, hann vill vera þarna. Og þetta reynsla okkar beggja, Algjörlega. eins og við höfum talað og bara að geta varpa og svona talaðum að alls konar fígurur í Biblíunni, sérstaklega í Gamla testamentinu sjáum við Móse, Davíð, Job, allt þetta menn sem að kljást við eitthvað mótlæti eða einhverjar áskoranir sem að eru þeim megn. Það bara erfitt og þeir eru bara að bugast jafnvel. Og þeir bregðast kannski, þeir bregðast við með hætti sem að við myndum öll gera, sem að einhverju leiti illa eða bara svona panik, skilur. Já. Og kannski traust þeir á Guð að einhverju leiti bregst þegar þeir svona hafa kannski einhverjar áhyggjur en þeir gera það til Guðs. Já. Það að segja, aðrir menn eins og félagar Job, þeir töluðu Guð, Job talaði við Guð. Akkurat. Og fyrir ykkur sem það ekki söguna Job, þá basically hann maður sem átti alltaf voru mjög vel stæður og mjög blessaður og því fjölskyldi og var efnaður og allt það. En í stuttumáli bara Guð leyfði því öllu að hverfa af því að djöfullinn ávinnurinn ásaka eða bara skora á Guð til þess að testa Job og sjá hversu heilsugur hann var. Mun Job fylgja Guði jafnvel þótt að allar gjafir Guðs séu teknar frá honum. Og það reyndist að Job gafst ekki upp á Guði og eins og segir, man ekki hvar var next framalega, að ég ætla bara að þiggja hann segir á konu sinna sem pínu að andmæla Job, en hann segir bara ég ætla að taka allt sem Guð gefur mér saman hvort sé gott eða vont. Man ekki nákvæmlega hvernig hann sagði það, en allavega bara sagan Job svo að hann missir allt en trúfastur Guði og treystur honum. Og í lok sögunar, frásagnarinnar, þá blessa hann Guðan með meira en hann hafði haft áður. Já. En það bara dæmi mann sem að að kljást við eitthvað rosalegt mótlæti, pottið andlega mjög erfitt. Algjörlega. Hann var örugglega fullur af kvíða og örugglega þunglyndi og hvernig hann myndi skilgreina, en maður sem að varpaði áhyggjum sínum á Guð og með einum eða öðrum hætti fyrir rest öðlaðist hann frið Guðs. Já,
og það má segja að Job hafi hrunið í fangið á Guði. Hann vissi það að hann var að hann var að missa það, skilur einhvern veginn, hann var bara crashing out en hann gerði það frammi fyrir Guði og hann gerði það í hendunar á Guði. Þannig þú veist, verið ekki að hugsa neitt, þetta hljómar svolítið svona hættu bara að hafa áhyggjur. Stundum er það bara það sem það hægst að heyra, stundum ekki, stundum bara, þú veist, þarftu smá náð, en ég get sagt á minni stundum þarftu bara að hætta á áhyggjur og ég veit, og Guð skilur að stundum er ekki hægt, stundum líður eins og þú getur ekki haft áhyggjur. Það er eðlilegt, en það minnsta sem getur gerst er að hafa þá áhyggjur til Guðs. Akkurat. Varpaði þeim hlutum til Guðs og hann lofar þig að þegar þú gerir það og treystir honum og með einum öðrum hættir að hafa áhyggjur yfir tíma eða í momenti, þá öðlastu frið Guðs mitt í áhyggjunum. Og þá snúum okkur að öðrum af þremur hlutum sem við viljum að fjalla hér í dag, að það er það sem við köllum hlutverk aðstandenda eða fólksins í kringum okkur. Ef að fyrsta atriði var svona Guðsgjöf, Guðslækning eða blessun. Já. Og þar eru við með vers sem að talar inn í það, og það er í Galatabréfinu 7. kafla, öðru versi, og þar stendur: berið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Og að því að grunnurinn og hjartað í kristninni er náungakærleikurinn. Þú veist, hið æðsta og fremsta boðorð er, þú veist, elskaðu Guð af öllu hjarta, mættu, sálu og anda, eða hvað er búin að segja, anda, huga, eitthvað. Allt þetta. Ef þú ætlar að fakta mig, þá finnst mér það bara æði að það þýðir rost að lesa biblíuna. Bara go for it. Og elskaðu náungar eins og sjálfa þig. Og þetta er nákvæmlega það, þú veist, þetta er að elska náungan. Og þetta er rauninni, þetta er tvíþætt, að bæði þurfum við sem samfélag og sem einstaklingar að vera reiðubúnir að stíga fram, stíga upp og vera stuðningur og vera til staðar þegar að fólki kringum okkur líður illa og er á slæmu stað. En við þurfum líka að hafa kjarkin til þess að þiggja hjálp. Að þú að því að svona, ég þekki þetta í raun, að andlegur dalur getur orðið til þess að maður upplifir sig einan. Og maður upplifir að enginn skilji mann, maður upplifir að þú veist, ég er fyrst á eina manneskjan til þess að upplifa svona hugsanir, ég næ ekki útskýra það, þannig að þú veist hvernig á ég að fá hjálp. En það er eitthvað sem við þurfum að yfirstíga og getum yfirstígið með hjálp Guðs, að bara biðja um að senda okkur fólk og að hafa kjarkin til þess að segja bara, ég þarf hjálp, bara getum við talað saman. Og ef við bara skjóta inn í, það er bara nákvæmlega eins og ég sagði með fyrsta punktin, að þetta er okkar reynsla. Við hefðum bátt þetta ekki, við varum örugglega ekki að tala um þetta núna ef við hefðum ekki þegið hjálp. Nei, nákvæmlega. Ég var ekki hér, hefði ekki þegið hjálp. Nei. Og eins og segir með náungakærleikann, ég man ekki hvar það stendur, hvort það er Róm 12 eða eitthvað, einhver má endilega faktisk segja það. Eða 13, það sem segir að bara lögmálið, ef þú elskar þá ertu búin að uppfylla lögmálið. Og ég les ekki í það nokkurn veginn öðruvísi en það, nema einhver vilja læra þetta með það að uppfylla lögmál Krists. En mér finnst það bara ljóst að ef þú vilt uppfylla lögmálið, ef þú vilt vera guðlegur, þá skaltu elska. Þar með talið hluta því að bera byrðar annarra. Og við getum bara vitnað um það hversu dýrmætt og nauðsynlegt það var í okkar reynslu þegar kemur að svona andlegri vanlíðan. Fólk náið okkur og aðeins fjær kannski sem að reyndast okkur samt vel. Já, akkurat. Og voru það ekki Bítlarnir sem sögðu all you need is love?
Jú, ekki ljúga bílarnir. Nei, það er blessuð minning þeirra sem að eru fallnir frá. Ég veit að það eru einhverjir ennþá á meðal vor. Jú. En þarna, já, bara skiptir svo miklu máli að þiggja líka hjálp og kærleika eins og að veita hana. Og svo þetta líka að við sem að þekkjum að bera byrðar, við sem þekkjum að hafa verið á slæmum stað, þá erum við þá getum við tengt við fólk í kringum okkur sem er á slæmum stað og þú ert í þeirri stöðu að geta sagt ég var þarna, ég skil hvað það gangi í gegnum, ég hef verið í miðjunni á þessum göngum en ég veit að það er ljós í endanum. Má ég skjóta inn einu varðandi þetta að varðandi það að þykja hjálp, að því að kannski er einhverju hlusta núna sem að er ekki að kljást við neina mannlega sjálfur eða svona eitthvað alvarlega en þekkir einhvern sérstaklega að það er, þú veist, einhver úlingur eða ungmanneskja og er bara svolítið ráðalaus, fyrstulega fullt af faglegri hjálp sem þú getur sótt ég veit að hellingur mitt fólk þáði meðal annars hjálp frá Hugarafl held ég að heiti kíkti á einhvern hitting þar sem var bara svona aðstandendur fengu að deila reynslu og það reyndist vel þannig að það er fagleg hjálp innan utan kirkjunar sem getur fundið sem að hjálpa þér að hjálpa öðrum en bara eitt atriði sem að með nokkur skjótin sem er af reynslu vinar okkar sem að góðvinur okkar sem að ég kannski þarf ekki að nefna nafn en hann var að upplega bara missi ástina og var að upplega bara mikla vanlegan og sorg og hann talaði um það reglulega, hann upplýði það að hann átti 2 vini eða fleiri, en sérstaklega 2 nánavini sem hjálpa honum mjög í gegnum þann missi og það tímabil og þeir hjálpa honum með mjög ólíkum hætti. Annar þeirra hann var alltaf til að spjalla út í spjallum tilfinningarnar hvað Björn, nú nefndi ég hann á nafn félag okkar í úlinga leiðtogi og leiðtogi í Philadelphia í Björningi og hann talar um þetta ópenbarlega en ef þú ert að hlusta, we love you þú Björn, þú hefur talað um það að annar félagina hjálpaði með því að ræða tilfinningarnar og spurja spurninga og leyfa þær að opna þig hinn var mjög góður í því að bara förum í fjallgöngu gerum eitthvað og dreifum huganum aðeins bara koma þér út úr aðstæðunum og koma þér út úr hugsana spíraldum. Mögulega það eitt atriði sem þú getur haft í huga ef að þú ert aðstæðandi einhver sem að þarf hjálp bara reyndu að átta þig á því með því að prófa það fram er það sem að viðkomandi þarf akkurat núna, er það að ræða þessa hluti eða bara að dreifa huganum og er það kannski meiri lækningamáttir í því að dreifa huganum og það er eiginlega það sem atriði 3 er snýst það er að en eitt sem að maður langar bara til þess að draga þetta alveg saman að því ég hef talandi þetta, talandi þessar 2 vini að ég heyrði eitthvað tímann hvort það var ekki sálfræðingur en svona einhver sem hefur reynslu á því að eiga svona samtöl við fólk hann talaði að ef þú ert í kringustæðum þar sem að einhver í kringu þig líður illa og þú veist ekki hvað það gera þú getur spurt 3 spurninga viltu tala um það viltu distraction eða skilur eins og þetta dreifa huganum eða viltu tíma til að prósessa skilur, viltu vera einn þá ég bara láta þig í friði og þetta það er hjálplegt og líka þetta, ef að þú spyrð þessa spurninga að þá gefur viðkomandi líka ákveð svona vald einhvern veginn að þú veist svona val að þú veist bara að þú getur bara þú veist bara þú hefur val þú ræður og þriði punkturinn ef að fyrsti sístum að Guðs inngrip og náð óverðskuldaða blessun og annar punkturinn hefur með það að gera við þurfum hjálp og þurfum líka að veita hjálp þegar það er í okkar valdi
og þriðja atriði er svona okkar ábyrgð eða þess sem að líður illa svona að taka taka viðeigandi skref í rétt átt og það er texti sem að ég held mikið upp á þegar ég var að gangi í gegnum mitt tímabil og held hann þá upp á sem er Jesaja 58 Já. og ég ætla ekki að lesa allan kaflan en ef að einhvern tíma við gefum hlustundum heim á henni þá er það núna að lesa Jesaja 58 en bara til að stikla á stóru út frá þeim texta og benda á nokkur atriði og ég ætla bara ég ætla að lesa frá versi 3, ok, Guð er að lýsa fólki sem að leitar Guðs versi 1 og 2 en og vill þráir að Guð komi til þeirra en hann gagnrýnir og þeir segja að þeir eru ekki guðleg, þeir vilja mig en þeir vilja ekki hlýða mér svona innihaldið því sem hann er að segja og hann setur orðið í þeirra munn og segir hví föstum mér og þú sér það ekki segir Guð að þau segja hví þjáum mér okkur eða hví þjáumst þau og þú skeitir því ekki þú skeita, hvað er það? Það veit athygli hjálpa þú skeitir því ekki að þú veit að athygli já, þú acknowledge það ekki já hann heldur á hann og segir sjá daginn sem þið fastið fáist yfir störf ykkar og þrælkið öll hjú ykkar þið fastið til að vekja deilur og þrætur og og hann spyrði er þetta fasta sem að mér sem að heyra mig segir og nú kemur aðalpunkturinn nei, svo fasta sem að mér líkar er að leysa fjötra rángsleitninar og láta rakna bönd óksins gefa frjálsa hinnar hrjánu sundur brjóta sérkvært ók allt sem að heldur aftur á fólki ætla ekki það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauðu þínu hýsir bástata hæluslausa menn og þú sérð klæðlausan mann að þú klæðir hann og fyrri stegin þann sem er holdið blóð þá þegar þú ert að þjóna þessu fólki í þörf Já. og mæta þörfum annara þá skal ljós þitt bruna fram sem morgunróði og sár þitt gróa bráðlega þá mun réttlætið þitt fara fyrir þér dýrdrottins fylgja eftir þú munt kalla á drottinu og hann mun svara þú munt rópa á hjálp og hann segja hér er ég og meira í þessum texta bara hvernig Guð mun leiða og blessa og styrkja þegar fólki hans hlýður honum Já. og hlýðinni við Guð birtist fyrir utan það birtist fyrst og fremst í elsku til Guðs beint en helsta fyrir utan það er helsta birtingamynd kærleika í garð Guðs náunga kærleikur eins og vorum að tala um áðan og ef að þessi hálf handahófskendi læstur minn og svona pínu óskýra hugsun meikar eitthvað sens þá er punkturinn í þessu svolítið sá að þegar þú þráir Guð, þú þráir lækningu og frið kannski er það í þinn hlut að þjóna öðrum og við það mun Guð lækna þig við erum ekki að segja að alltaf sé svarið að hætta þessu sjálfleg eins og við höfum sagt ítrekkað stundum þarfstu bara að einbeita þér sjálflegar algjörlega en það er bara tölfræði bara við erum ekki með nákvæmlega stölu hérna en hversu oft höfum við heyrst fólk tala um það og bara til dæmis sjálfboðaliðar eru það mikið samari heldur en þeir sem er ekki sjálfboðalið þjónustu eða þeir sem eru að sinna einhverju samfélagsþjónustu eða mæta einhvern þörfum annara, þeim líður betur og Jordan Peterson hefur talað um það sákall að sjálfsmeðvitund eða sjálflægni er nánast bara samheiti fyrir vanlegan þar að þeim er meira svona hugsa sjálfa þeim er meira meðvitaðar sem það er þig og meira svona horfir inn á við þeim var líður Já. af því að þú ert víraður, þú ert hannaður til þess að mæta þörfum annara og hugsa aðra í réttu magni, sjálfsögðu algjörlega þannig punkturinn í þessu er sá að einbeita sér á öðrum hugsa fremur hag annara segir ekki starf nýtasmentinu, heldur okkar einn og þá mögulega er það aðstæðan sem að þú veist í og nákvæmlega orðið sem þú þarfst að heyra að þér líður illa mögulega þá mun sár þitt gróa eins og segir í versi 8 þannig já, þetta er eitt af þeim 3 atriðum sem við þurfum að huga að einbytta okkur öðrum Já, og til þess að loka þessu og þá langar ykkur að fara hratt og skilvirkilega
yfir þessa 3 punkta eða svona takeawayð úr þessum 3 textum sem við erum með. Þannig svona TLDR. Punktur 1, varpaðu áhyggjum þínum og vangaveltum á Guð og þá mun friður hans hlotnast þér, þá mun þú upplifa frið hans og þú ert að hleypa honum inn. Punktur 2, þigðu hjálp frá öðrum þegar þú þarft hana og veittu hana þegar það við á. Og punktur 3, eins og þú varst að benda réttilega á, að einbeittu þér að öðrum og þjónaðu öðrum, og þá mun Guð blessa þig og lækna þig. Og allt þetta eru svona á sjálfsögðu almenn prinsip. Algjörlega. Nema, ok, á sjálfsögðu er Guð alltaf að fara að gefa okkur frið ef við leitum hans. Það er ekki eitthvað að happa-klappa. Og við þurfum alltaf fólk og við þurfum alltaf að einbytta okkur öðrum. En kannski þurfa hlustendur að finna hvað af þessu, ef eitthvað, er það sem þau þurfa að huga að. Akkurat, en rauði þráðurinn í gegnum allt saman er það að Guð er alltaf með okkur, hann er alltaf til staðar. Jafnvel þó við upplifum hann mögulega fjarlægan í okkar myrkurum, í okkar dölum andlega, en Guð vill alltaf vera með okkur í öllum kringumstæðum. Og það er mikilvægt að við hleypum honum líka inn í vanlíðan okkar, inn í myrkustundunum okkar og eins og ég segi, ef við ætlum ef við þurfum að leita til einhvers, að leita líka til hans. Já. Og ég held ég að við logið á hann. Ég held ég að við sagt að þáttur 3, næsti þáttur, eru svona þetta sálrærna og hans fræðin. En við vorum að pæla að taka einn þátt eiginlega nákvæmlega þetta, að ákalla Guð úr myrkrinu. Já. Eða svona, og þá kíkja eins á mögulega sálma og skipti það sem að fígurur í Biblíunni leita Guðs úr vandamálum sínum og sársauka. Persónum. Fígurur í Biblíunni. Gaman að því. Ég meina karakterum, manneskjum. Nei. Þannig næst ætlum við að kíkja á það, hvernig lítur það út, með áherslu á svona bæn eða ákalla Guð í þessu, og svo sláum við botninni með þessu sálræna. Já. Takk fyrir að hlusta. Þangað til næst.